Session það sem við viljum nota þegar við viljum geyma einhver gögn notanda á vefnum okkar. Eins og við heyrðum cookies, þá getur þau takmarkað geymt af gögnum, en Session leysir þá takmarkun og þá búum við til ákveðið session sem þá viðhaldið á milli notanda eða clients við serverinn okkar. Og þetta þá gert þannig að við höfum, þegar notandi opnar HTTP request á móti okkur, þá sendum við tilbaka ákveðna köku sem inniheldur auðkenni sem þá í raun auðkennið á session viðkomandi. Og þá erum við með einhverja útfærslu á servernum sem geymir þá þetta auðkenni og tengir það við einhverja gagnageymslu. Þannig að þá þetta að segja, herru, þú ert hérna Óli, þú ert skráður inn, þetta prófílið þitt, þetta nafnið þitt, þetta e-mailið þitt og allar þær upplýsingar sem við viljum geyma í raun sambandið á milli clientsins og serversins í gagnageymslu sem tengingin í gegnum einhvert gildi sem geymt í kökunni. Og þetta almenn lausn á einhverju sem mikið notað, sem þetta viðhalda svona stöðu á milli clients og servers í vefforriti. Og það eru engin gögn geymt í kökunni sjálfri, aðeins vísun í þessa gagnageymslu og yfirleitt þeim dulkóðað, þau eru breytt jafnvel við hvert einasta request eða oftar. Það eru ýmsir aðrir varnaglar, eins og til dæmis komstu frá hvaða IP-tölu varstu seinast, á hvaða tíma ertu að vinna þetta, eða jafnvel að láta fólk skrá sig einreglulega þannig að þetta bara session renni út. En það eru ýmsar leiðir til þess að viðhalda öryggið þarna, en ef við skoðum núna hvernig þetta virkar. Og í Express þá getur notað session middleware sem heldur utan þetta og þá middlewareið býr til og viðheldur þessari gagnageymslu og tekur cookiið, passar það og passar upp á athuga þetta rétt gildi, þar að segja það passar undirritunin, passar gildi sem til staðar og gefur okkur síðan aðgang að session upplýsingarnum, þá öllu því sem var sótt úr þessu session gagnageymslu í rec.session. Þannig getum við þá fengið nafn viðkomandi, tölvupóst og það sem við þurfum. Og það eru ýmsar stillingar á þessu sem við munum skoða í dæmi á eftir. En við munum nota þetta til þess að viðhalda í raun tengingu á milli clients og servers, ekki cookies, og þá þurfum við síðan í framhaldinu að skilgreina hvernig við geymum gögnin og á endanum munum við nota í raun gagnagrunn til þess að geyma gögnin notandan sjálfan, en sessionið sjálf munum við nota Redis. En til að byrja með munum við geyma þetta í minni sem mun þá tæmast og í hvert skipti sem við endur þessum forritið. Það er ekki í raun gott til þess að nota í alvörunni, að þegar hvert skipti sem forritið okkar hættir keyslu og byrjar aftur, þá er hann núllast út allt sem geymt var í sessioninu. Þannig að við vorum með 10 notendur sem voru búin að skrá sig inn, þetta koma daginn eftir eða bara nokkrum mínútum eða hálftíma seinna, að þá öll gögnin og allir þurfa að skrá sig inn aftur sem ekki góð upplifun. En Express Session leyfir okkur að búa til svona session, gefa því eitthvað ákveðin gildi og þá getum við bara nota það í framhaldinu. En við skulum skoða dæmi og við skulum líka skoða dæmi það hvernig cookies virka í þessu samhengi. Þá þetta dæmið sem fylgir fyrirlestunum. Fyrsta cookie dæmið. Þar erum við með Express, við erum með cookie parser, þetta sett upp gennum package.json, við sjáum við erum með cookie parser, við erum með Express og Express Session uppsett. Við ætlum að segja cookie hostname það sem við þurfum til þess að geta lesið þetta á til þess að cookie sé sett í að minnsta kosti Chrome. Við ætlum að vera með einhvern lykil sem undirritað á kökuna, við ætlum að búa til appið okkar, við ætlum að nota cookie parserinn með þessu secreti til þess að geta búið til signed cookies. Síðan ætlum við úr requestinu að taka cookies og signed cookies sem koma þá í sérstakri breytu hér og ætlum að logga þær út bara til að sjá hvað í gangi. Síðan ætlum við að búa til cookies. Við ætlum að búa til session cookie sem samt sem aðra ekki session. Þetta bara nafnið á cookienu, getur verið hvað sem við viljum. Við ætlum að setja gildi hello world. Við ætlum að segja að þetta sé ekki HTTP only kaka. Við munum fá warning í Vavra af því þetta setur ekki same site sem krafa núna frá vefverum og segir í framtíðinni munu þessar cookies ekki virka, en það verður að gefa þarna ákveðin tíma til þess að allir geti brugðist við því. Þannig að við viljum ekki nota þetta, heldur viljum við alltaf setja same site með og ákveða þá viljum við hafa strict, eða viljum við hafa lax, eða viljum við hafa none.
Oftast vil ég hafa strikt eða lax og það fyrir bara eftir hvað við viljum. Betra að byrja með strikt og síðan laga ef við þurfum að laga. En hérna erum við að setja annað, hérna erum við að setja einhver ákveðin gögn, ekki bara einhvern streng. Þannig hérna mun í raun cookie parserinn sjáum það að taka út gögnin og gefa okkur þau hérna sem date með dagsetningunni. Við ætlum að setja dóminu okkar, við ætlum að setja þetta sé HTTP only. Svo ætlum við að búa til aðra undirritaða köku sem þá signed true sem við setjum inn í options. Síðan ætlum við að búa til köku sem rennur út eftir 1 mínútu. Svo ætlum við að setja út köku sem rennur út eftir 1 ár. Og hér er ekki takmark. Hér getum við í raun sett 10 ár, 100 ár. Það er í raun ekki takmark á því hvað við geymum þannig lengi. En ef við keyrum þetta dæmi upp, þá getum við opna serverinn og nú í raun var ekkert til staðar þegar við opnuðum dæmið. En ef við skoðum network tabban hérna og við reloadum núna, þá sjáum við við erum að skrifa út núna ákveðnar upplýsingar þessar kökur og þessa undirrituðu köku sem við erum bara að gera hérna. Við erum bara að senda JSON stringified af cookies og signed cookies frá Express og við erum líka að skrifa þetta út í console. Afsakið hvað er að hoppa mikið fram og tilbaka. En ef við skoðum þá hvað er að gerast þegar við eigum í samskiptum við þennan server frá þessum client okkar hérna, þá erum við með set cookie sem er HTTP header sem fer á milli. Ef ég fer í storage í Firefox, ég fer í cookies, ég fer undir lénið, þá sé ég allar cookies sem eru hérna. Þannig ég get farið, ég get eytt þeim öllum bara við delete hérna og ég get að fara aftur í network, hreinsað, búið til nýtt request og þá fara í request itemnum, fara engar cookies. En hins vegar sendir serverinn, sendir þetta eru cookies sem á að setja. Þannig að vinsamlegast client settur þessa cookies og það er upp á clientin komið hvort þessar cookies séu settar eða ekki og það er það sem að vafra sem að vilja kannski hugsa upp á extensions geta séð þú ert að setja eitthvað cookie sem er á einhverju lista yfir cookie sem er ekki æskilegt. Þannig ég ætla ekki að setja það. Og núna ef við þá reloadum og skoðum að nú er request headerinn okkar að senda cookie sem inniheldur þá allar þessar cookies sem voru hérna. Þannig að það er það sem að serverinn lesi upp úr og það er það sem að cookie parser middleware sérum er að túlka þennan streng yfir í þessu gögn sem við sáum í console-login okkar. En ef við förum í console þá sjáum við cookie session will soon be rejected because it has the same set attribute set to none or an invalid value. Þannig að þetta mun á einhverju tímapunkti í framtíðinni hætta að virka og síðan ef við gerum document.cookie þá sjáum við strengin sem inniheldur allar þessar cookies fyrir utan þá cookies sem eru skilgreinda sem HTTP only. Nú getum við séð HTTP only kakan okkar var data sem inniheld dagsetninguna og við fyrir þá er hún ekki í þessum streng þegar hún er ekki með. Hérna sjáum við hvernig signed kakan okkar er sett, hér er gildið okkar top secret og hérna síðan undirriturinn eftir. Þannig að þetta er ekki að dulkóða eða fela gögnin, þetta er einfaldlega að undirrita þau. Þannig að núna ef ég breyti þessu í eitthvað annað, þá mun undirriturinn ekki standast og serverinn mun ekki gúttira það og ekki birta einu sem gildi til þess að vinna með það. En við skoðum síðan hvernig session virkar, að þá slökkum við þessum server og opnum, kíkjum á þetta hérna. Þá erum við aftur með eitthvað leyndarmál hérna, nema þá mun það sjá til þess að við séum að það er notað til þess að dulkóða, eða er ekki dulkóða heldur að hassa á einhverjum vegu gildið sem að sessionuð okkar hefur. Við ætlum að segja resave og þá segir hérna, sjáum við hvað erum að vera hér. Við sjáum save uninitialized sem við ætlum að segja ef það ekki gera neitt viljum við þá tæma eða vista tóma stateið á sessionunum okkar. Stillingar á cookieið okkar, þar sem við viljum þá geta sett hérna same site, domain og HTTP only. Síðan hvað á session kakan okkar að heita. Síðan setjum við þetta hérna í app use, sem því þá að middlewareið er notað. Síðan setjum við í hvert einasta request, setjum við að við ætlum að telja hversu oft er búið að heimsækja original urlið sem við erum á. Þannig við ætlum að segja hérna rec.session.views, ef það er ekki til, þá ætlum við að búa það til sem
tóma objektin. Síðan ætlum við að setja hérna sem lykil það slow sem við erum að vinna með og ef það er til þá ef það er ekki til þá búum við það til með 0 og síðan hækkum við það með 1. Síðan ætlum við að setja session counter sem annað middleware sem við setjum á þessar 3 slóður okkar, bara index, foo og bar og þá ætlum við að sjá og ætlum að birta hversu oft við höfum hérna skoðað þessa slóð. Þannig að þá keyrum við þetta upp með þessu. Við reloadum hér og þá kemur hérna, þú hefur opnað slash einu sinni, ég fer á foo, þú hefur opnað foo 2 sinnum, ég fer hérna, opnað bar einu sinni, ég fer eftir hérna. Það er enda mikið hérna sem að bara skoða frekar networkið eða bara loka þessu aðeins hérna og svo loka ég þessum tab og ég opna hann aftur og þá höldum við þessari stöðu. Þegar við höldum stöðunni, hvort sem svo ég fer í nýjum tab, nýjum browserglugga hérna, þá helst þessi staða að þetta er vistað á servernum og það sem ég er að gera núna er í raun að senda með hverju network kalli ekki hversu oft ég hef opnað þessar síður allar, heldur hvert er sessionið mitt. Þannig ég fer hérna í storage og ég sé hérna session, ég sé hérna counter.sit sem er session ID og þá sjáum við bara eitthvað kóðað gildi hérna og við sjáum það er session, þannig að það mun renna út, HTTP only true, same site strict, last access hérna og ef ég þá hendi þessari köku, ég reloada síðunni, að þá er ég komin á 0 punkt með þetta, þannig nú er komin nýtt session sem að þá tapar öllum þessum upplýsingum það hversu oft ég gerði þetta. Ef við loka glugganum hérna, opna þennan hérna, reloada hér, þá er það sama. Ég eyddi kúkíinu fyrir allan vafran, þannig að hún hvarf að öllu leyti. Og þetta eru sessions.